kirkjuna í Reykjavík í dag. Það gott að sjá svo marga sem eru komninga, það mikið að gerast auðvitað á landinu, það eru ráðstefnur og annað og ég sé að það einhverju með póka frá þeirri ráðstefnu sem hérna. So I just want to say heartily welcome to the Adventist Church here in Reykjavik today. We are so happy to see so many visitors as well as our local congregation. Of course, it's good to see you guys as well. And I see that there are some people that are here at some conferences because I saw a bag that the Arctic Circle is going on. So it's good that you find your way to us here downtown Reykjavik on a Sabbath. And I hope that you will feel the warmth of coming to church and that you can go out here, encouraged. That's my prayer. Við skulum byrja á því að syngja saman sálminn númer 70. Við skulum finna sálminn númer 70. Let's start by singing the hymn number 70. Bara til að minnast á það sem að gerast hérna í kirkjunni og við minnum á að það ýmislegt í gangi og sérstaklega á þriðjudögum þá bænastund í hádeginu hérna klukkan 12. Svo erum við með búðin okkar hérna niðri á þriðjudögum og fimmtudögum og svo hérna súpustofa klukkan 6 á þriðjudögum.
Við þess að þið byrja fyrir starfi að þeir sem koma, þeir megi fá það sem að þeir þurfa, hvort sem að þeir andlegt eða líkamlegt fæða. Just to remind you, there are things happening in our church during the week, and on Tuesdays we have a prayer meeting here at 12 o'clock. Then we have a thrift store on Tuesdays and Thursdays where people come and can get what they need. And then we have a soup kitchen here on Tuesdays at 6 o'clock. So pray for that the people that come there and that we can serve those that need here in this town. Ivo, can I ask you then to have an opening prayer for us? Við skulum biðja. We will pray. Dear Lord, we thank you for this morning moment when we are here gathered as a church family. And we ask you to be among us. We ask you to bless this hour, these thoughts, while we are looking at you and while we are responding to you in prayer and praise. And we want to commit to you. And we thank you for your grace and mercy, for accepting us today, and for being here with your peace. Pray that in Jesus' name. Amen. Við skulum þá finna okkur sálminn næst, við tökum upp gjafir, tíund og gjafir hér í þessari kirkju og þau renna til einhverja uppbyggilegra og góðra málefna. Í dag fara gjafirnar í safnaðarsjóð og það er hægt að fara með þær í poka hérna frammi eða taka upp í posanum og við þökkum fyrir þær gjafir sem koma. We take offerings here in this church in the way that when we leave there are baskets that can be contributed to or electric means, but we want to thank you for your offerings and we ask God to bless them. Let's next find hymn number 362. Við skulum næst syngja saman sálmi nummer 362, Dýrmæta vissa. Yes.
The scripture reading today is taken from the 1 Corinthians chapter 12, 4-7. Ritningaversið í dag er tekið úr 1. Korinthubrefi 12. kapla 4-7. vers. Má ég byrja ykkur að rísa á fætur meðan ég les. Please stand while I read. Það segir, mismunur er á náðargjöfum, en andinn er hinn sami. Mismunur er á þjónustustörfum, en drottinn hinn sami. Mismunur er á framkvæmdum, en Guð hinn sami sem öllu kemur til leiðar í öllum. Þannig birtist andinn sérhverju manni til þess að hann geri öðrum gagn. Ivo, can you have a prayer with us? Will you translate as well? Dear Lord, now we want to thank you for the gifts of the Spirit. We just read from your word, and I pray that when we are here today that you may impress on us something new on that. And also when we come here today, you know all these prayers that have been on our hearts throughout the week, and we want to bring them to you as well now. And please listen to them as each one of us thinks about these things, our loved ones that are on our hearts, those who don't know you or those who suffer in one or the other way. And we pray for the people who are in grief this week, who have lost someone. And I pray, please comfort them. I pray also for all our church family. When we are looking into our future and when we are organizing ourselves for serving you and each one of us better. And I also pray for people around us, this town where we are, this country. We ask for your blessing to everybody, especially over those who are leading this country and this town. And I pray that in Jesus' name. Amen. Do you wanna introduce? So we are, as a church, we are in the process of organizing us for the next year. Við sem kirkja núna erum að reyna að skipuleggja okkur fyrir næsta ár. And some of us have been in this church for a while. Sum okkar eru búin að vera hérna í þessari kirkju í einhver tíma. And some are new. Sum eru nýir. So today I would like to share out something to all those who are like locals here in Reykjavík. Svo núna langar mig að dreifa til ykkar hérna einhverju sem að þið sem komið hingað í kirkju reglulega. So that we could know, what is this something that you would like to contribute with. Því okkur langar til að vita hvort að það sé ekki eitthvað sem ykkur langar til þess að deila hér með okkur að taka þátt í kirkjun okkar. And just to make sure there is this space to fill out also your contact details. Og það líka hérna á blaðinu upplýsingar sem að þið geti sett hvernig við getum náð í ykkur. Because we may not know them yet. Af því að við erum ekki, það ekki víst að við séum með þær upplýsingar. And if you will, just to indicate also, is there something that you want to serve with? Og einmitt hvort að þú getur láta okkur vita hvaða sem að þið langar til að gera hér í kirkjun okkar. And then you can take your time, and if you can return this in the end of our service today. Takið ykkar tíma og svo getið þið skilið þetta eftir hér eftir kirkju. On this paper, here are 2 QR codes as well. En Ivo svo tæknilegur að hann með þarna bara, það QR-kóða, þannig að það hægt að nota tæknina. So if you prefer to fill out the form in online rather, then you can use that. Og ef þú vilt þá fylla það út hérna í
símanum eða á annan hátt, að þá getið þið gert það. That's a preferred method as well. Og hann mælir virkilega með því. Yes, and there is another QR code. If you haven't joined yet our WhatsApp community here, then you can do that from Við here erum as well. hérna kirkjan í Reykjavík með svona WhatsApp, svona hóp, og það er líka hérna á blaðinu sem þið getur fundið það ef þið eru ekki búin að koma ykkur inn á það. Shall we share them out? Já. If, Fá hérna- if you just, yeah, all those who are here from Reykjavik, Já, og þá fáið þið þessi blöð og það eru pennar líka hérna sem að ef einhvern vantar penna, að þá bara rétt upp hönd. Já. You want to say something more or just leave it? Okay. Bara þá skulum við hérna finna okkur næsta sálm, sálmi númer 210. Let's find the hymn number 210. While this is Amazing grace,
till we give you first place, until we let you begin to fill us with your Spirit, renew us from within. Nothing matters, nothing's gained without your holy presence. Our lives are lived in vain. Lord, we want to know you, live our lives to show you all the love we owe you. We're seekers of your heart, because your heart was broken, because you saw the need, because you gave so freely, because of Calvary. We can now be called your own, completed creation, filled with you alone. Lord, we want to know you, live our lives to show you all the love we owe you. We're seekers of your heart. Lord, we want to know you, live our lives to show you all the love we owe you. We're seekers of your heart. All the love we owe you. We're seekers of your heart. Það var auðvitað fleiri eins og þið sáuð heldur en bara Bernice og Jenny. So, takk, thank you. It was more than the two of you. So that was a pleasant surprise and it was lovely. Thank you for enriching our Sabbath here with your music. Thank you. Yes, thank you. I told Gudmundur that soon we will be included too. Já, ég var einmitt að segja hérna við Guðmundaðan og bráðum komum við kannski að vera með í sönggrúpunni. He's still a bit hesitant, but he will come along. Já, hann var eitthvað að draga þetta í efa en þetta mun örugglega gerast. It was around 15 or 16 years ago, Það var fyrir 15-16 árum, and I was serving as a pastor in Kuressaare town. þá var ég prestur í Kuressaare town. And that's on Saaremaa, which is the biggest island in Estonia. Ó, þetta stærsta eyjan í Íslandi. And we had started revamping our little church building. Og við vorum hérna sem sagt að vinna í okkar kirkjubyggingu. Much smaller building than this one here. Þetta var miklu minni bygging heldur en þessi hér. And it was a long process. Og þetta tók langa tíma. I didn't even finish it, so the
pastor later who came finished the whole process. Ég lauk ekki þeirri vinnu eða þessum framkvæmdu sem voru í gangi, heldur tók presturinn sem kom á eftir mér við þessu verkefni. But at some point we were completely stuck. En það kom tími þar sem við vorum alveg bara fastir í því sem við vorum að gera. There was no money left. Það var ekki til fjármagn. Yeah, and our membership was small, around 20 people coming, Og við vorum með cirka 20 mann sem kom í kirkju and the conference couldn't send more money. og kirkjan, konferensin gat ekki láta okkur fá meiri peninga And I had run out of ideas, og ég var bara ekki með neinar hugmyndir and I was frustrated. og ég var svolítið pirraður. And in one of these days, when I walked through the town center, Og einn daginn því ég var að labba í gegnum borgina, and bæinn, then I met Manish. þá hitti ég Manish. Manish Manish. is a name, yeah, a man from India. Já, Manish, en Manish var frá Indlandi And he lived on the island there. og hann bjóð þarna á þessari eyju And when we met, he was a Christian from another church, og hann var kristinn en frá annari kirkju and we were good friends. og við vorum góðir vinir. And he asked me, "How are you doing, Ivo?" Og svo segir hann, hei, hvað að frétta þér, Ivo? And then I told, I'm not doing, it's not going. Ég sagði hann bara að þetta bara gengi ekki og þetta væri ekki gott. And I told him how frustrated I was. Og ég sagði hann hvað ég væri pirraður yfir þessu. And he listened to me. Og hann hlustaði á mig And then he asked, og síðan spurði hann mig, "Why are you worrying about this? af hverju hefur þú áhyggjur af þessu? Is this your house?" Þetta húsið þitt? I said, "No." Ég sagði nei. And then, "Whose house is it?" he Bíddu, asked. Hver á þetta hús? God's house, I said. Þetta Guðs hús. I said, "Then why are you worrying?" Og af hverju ertu þá með áhyggjur af þessu? He said, "Stop worrying. Hættu að vera svona áhyggjufullur. Just go home Farðu heim and tell God og segðu Guði, that this is not my house. farðu og segðu Guði, þetta ekki mitt hús. This is your house. Þetta þitt hús. I'm not going to worry about this anymore." Ég ætla bara að hætta að hafa áhyggjur af þessu. I got it. I went home. Já, hann náði þessu og hann fór heim. I knelt in my room Ég fór inn á í herbyggi mitt and I told God, og ég sagði við Guð, "This is not my house. þetta ekki húsið mitt. This is your house, Þetta húsið þitt. and I'm not going to worry about this Og ég anymore." ætla bara ekki að hafa áhyggjur af þessu meira. And then I waited. Og þá beið ég And actually, I didn't have to wait long og í rauninni þurfti ég ekki að bíða lengi. because it happened next day. Af því að það gerðist bara daginn eftir. I got a phone call from a friend from another town. Þá var það vinur sem hringdi úr öðrum bæ And his family, they run a good business. og fjölskylda hans með fyrirtæki. And he asked the same question as Manish. Og hann spurði sömu spurningar á Manish. He asked, "Ivo, how are you doing?" Ivo, hvað segirðu gott? And I told him that it's not going well. Og ég sagði hann það And, bara ekki gott. Then I told him about our struggles with this building project and the money. Og þá sagði ég hann frá vandamálunum með bygginguna og peningana. And he said, Og þá sagði hann, "Next time you drive by, næst þegar þú átt leið fram hjá, give me a call. hringdu í mig. And I will see what we can do." Og við skulum sjá hvað ég get gert. So sure enough, next time when I drove by, Svo næst þegar ég keyrði fram hjá, I gave him a call. þá hringdi ég í hann. And we did this several more times. Og við gerðum þetta nokkru sinnum. And our building project continued. Og byggingarverkefninu bara miðaði áfram. A couple of years later, Nokkrum árum síðar, and another pastor in another town had a similar problem. þá var það prestur sem var í öðrum bæ og hann lendi í sömu vandamálum. A colleague of mine. Kollegi hann, Ívors. And he told me that, the heating boiler in their church had broken. Þá hafði hitaveitan eða hitvatveitustankurinn í byggingunni farið. And they didn't have money to fix it, and he was frustrated. Og hann átti ekki pening eða kirkjan átti ekki pening til þess að laga þennan tank. And I told him my story Og þá sagði ég hann frá sögunni minni. and encouraged him to pray the same way. Og þá uppörfaði ég hann og hvatti hann til þess að biðja sömu bænarinnar. He was a bit skeptical, Hann var aðeins svona
ekki alveg viss, but he said he will try. en hann sagðist, jú, hann ætlaði að reyna þetta. And guess what? Og hvað haldið þið? He told me next time. Hvað haldið hann hafi sagt við mig næst ef við hittum? It didn't happen next day. Það gerðist ekki næsta dag, It actually happened the day after. heldur næsta dag eftir það. The same man called him Sami maður hringdi í hann and asked him how they are doing. og spurði, hvernig hefur það? And he told him, Og þá sagði hann honum, and he gave them money to buy the new boiler. og þessi maður gaf honum fyrir nýja hnitavindugtang. How do you like stories like that? Hvað finnst ykkur sögur eins og þetta? We have this church building here. Við eigum hérna kirkjubyggingu, It is 100 years old. hún 100 ára gömul, It has its needs. það eru ýmsar þarfir, However, this is not the building that I'm going to talk about today. en þetta reyndar ekki byggingi sem ég ætla að fara að tala í dag, What is the most important building? því að hver mikilvægasta byggingin? Paul writes about this building in Ephesians chapter 2. Í Efesusbréfum kapla 2 skrifa Páll þá byggingu And in verses 19 to 22. í 19-22. And he tells these Christians in Ephesus Og þá hann að tala við fólkið í Efesus that you're no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of his household, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. Já, það var chapter 2, It's Ephesians 2. Yeah. chapter 2, 19 and 22. I just read half of it now. Já, 20. versi, þið eru bygging sem hefur að grundvelli postulana og spámennina en Krist Jesús sjálfan að hyrningasteini. Í honum tengist öll svo bygging saman vex og verður heilagt musteri í drottni. Með honum eruð einnig þið sambyggðir til andlegs bústaðar handa Guði. And then it said, in him the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. Já. Í honum tengist öll svo bygging saman vex og verður heilagt musteri í drottni. And in him you too are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. Með honum eruð þið einnig sambyggðir til andlegs bústaðar handa Guði. And this is the building that matters the most. Þetta byggingin sem skiptir mesta máli. It's the spiritual building Það þessi andlega bygging and the body of Christ, sem líka með Krist. the place where God's Spirit lives. Staður þar sem andi Guðs býr. And you are a building stone in it. Og þið eruð og við erum hyrningasteinar eða steinar í þessari byggingu. And I am a building stone in it. Ég steinn í þessari byggingu. And each one of us is a member of this building. Og hver okkar meðlimur af þessari byggingu. And God's building can be very small sometimes because there are too few stones. Suma byggingarnar eru litlar því að það eru bara mjög fáir steinar. Or living stones, as Peter put it. Lifandi steinar eins og Pétur talar And that reminds me of another story, Og það minnir mig á aðra sögu. a story from the Old Testament. Sögu úr Gamla testamentinu. And the story of how the first sanctuary was built in the desert. Hvernig fyrsta musteri var byggt í eyðimörkinni. And God had rescued his people from Egypt. Þá hafði Guð bjargað fólki sínum frá Egyptalandi. He led them through the Red Sea. Hann fór með það í gegnum Rauðahafið. He gave them food from heaven. Það fekk mat frá himnum And then he said, og svo sagði hann, build me a sanctuary byggi mér musteri. so that I may dwell among you. Þannig að ég megi dvelja á meðal ykkar. And Moses told the people, you know what God had told him. Móses sagði fólkinu hvað Guð hafði sagt honum og sagt þeim. And he gave them a list of materials. Og hann gaf þeim lista af því sem þurfti til. Gold, silver, bronze, Gull, silfur, brons, fine linen, animal skin, já, fínt lín, skinn, wood, tré, oil, olíu, spices, precious stones, dýrmæta steina, krydd, very different materials. mismunandi hluti. And he invited everybody to bring something that they had at home. Og hann hvatti fólkið og bað fólkið að koma með eitthvað sem það átti heima hjá sér. And people responded to this. Og fólk
brást við þessu. So they started bringing all their gifts, Svo það byrjaði að koma með gjafirnar sínar and not just the rich, og ekki bara þeir sem voru ríkir or not only the leaders. og ekki aðeins leiðtogarnir. Everyone was willing. Allir komu með Is that eitthvað. everyone whose heart was moved, it says. Já, það segir að það var frá öllum sem að hjarta þeirra hafði í rauninni verið snert. So some brought gold, Svo sumi komu með gull, some brought linen, sumi komu með lín, some brought oil, sumi komu með olíu and some people brought their skills. og sumi komu einmitt með hæfileika eða talentur sem þau höfðu. To sew or to carve or to build. Fólk sem gætt saumað eða skorið út eða byggt. And day after day, they just came. Og dag eftir dag þá komu þau þarna. And all the piles were growing and growing higher. Og það bara fylltist allt og já, þetta var hærra og hærra og meira. And then something amazing happened. Og eitthvað mikilvægt gerðist eða áhugavert. The workers came to Moses and said, Og þá voru það vinnumennir sem kom til Móse og sögðu, the people are bringing more than enough. nú bara komið þannig að fólk að koma með meira en það sem við þurfum. So Moses had to tell people, stop bringing, don't bring any more. Svo Móse þurfti að segja, já, vilja fólki, nei, nú bara komið nóg, þau ekki komið með meira. Imagine this happening in a church. Sjáu, getið ímyndað ykkur hvernig þetta væri að þetta gerist í kirkju? Elders standing up saying, don't bring any more. Bara alveg, nei, ekki koma með neitt mikið meira. We have too much. Við eigum bara of mikið. And that's what happens when God's people start responding with willing hearts. Og þetta eitthvað sem gerist þegar fólk bregst við með svona vilju og hjarta. That's what happens when everybody brings whatever they have. Þetta það sem gerist þegar fólk kemur með það sem það á. And það that's what happens when the Spirit starts moving among people. Og þetta það sem gerist þegar andinn fer og tala við fólk. So God is still building his sanctuary. Svo Guð ennþá að byggja musteri. And not with gold and cloth, Og ekki með gulli eða öðru efni. but he's doing that with people, Heldur hann að byggja það hjá fólki, í fólki. with you and me, Með þig og mig. with gifts of the Spirit, Með gjafi andans. with service, Með þjónustu, with love, með kærleika, with mission. með útbreiðslu. And Paul, in his letter to the Corinthians, the first letter, Og í fyrsta Korintubrefi, we read that verse earlier. við lásum það áður, He tells about the church, that it is the body of Christ, já, hann talar hann að kirkjan sé líkami Krists and it is made of all believers, og það sett saman af hinnu trúuðu. and that God is giving gifts Og Guð gefur þeim gjafir, to everyone. gefur öllum gjafir. And that reminds us another story from Jesus. Og það önnur saga sem þetta minnir okkur á, sem Jesús sagði. It's in the Gospel of Matthew, Og það í Matteusar Guðspjalli. chapter 25. Matteusar Guðspjalli 25. And Jesus told the story of a man who went for a long, long journey. Og það saga mann sem fór í langt ferðalag. And before he went away, he called 3 of his servants. Og áður hann fór í þetta ferðalag kallaði hann 3 af sínu þjónu til sín. And he gave each one of them part of his wealth. Og hann gaf þessum þjónum sínum hluta af auði sínum. So to one of them he gave 5 talents. Og einum gaf hann 5 talentur And to the other one he gave 2 talents. og þessi nummer 2 hann fekk 2 talentur And the third one og þriðji he gave 1. hann fekk 1 talentu. And he gave to each one, it says, according to their ability, whatever it was. Og það segir að hann gaf það eftir að þau fengu það eftir hverjum einum eftir hæfni sinni. And then he left. Og svo fór hann. So the first one didn't lose any time. Svo þessi fyrsti, hann lét enga tíma líða, hann bara fór, já. So he used what he had. Svo hann notaði það sem hann fekk. So he traded, he invested, he worked. Svo hann fór og verslaði með þetta og fjárfesti. So he earned 5 more. Svo hann
fekk 5 aðrar. So the second one did the same. Og eins gerði þessi nummer 2. He earned 2 more, Hann eignaðist 2 aðrar talentur. but the third one, as we read from the story, he didn't do anything. And No, I mean, we can't this say is- anything. Já, síðasti í rauninni gerði ekki neitt. He just went and buried this talent. Hann bara gróf talentuna niður, So when the master came back after a long time, svo þegar meistarinn kom eftir langan tíma, so we read that, he invited them all by one to himself. og þá lesum við það að hann býður þeim að koma hver eftir öðrum og tala við sig. And he praised the first one. Og hann þakkar og lofar þennan fyrsta, He said, "You faithful and good servant, þú trúfasti þjóð, and come and share my joy." komdu og vertu gakt inn í fögnum So minn. I will give you even more. Og ég vil gefa þér enn meira. And so the third one, Svo þriðji, with him the master was not pleased. hann var ekki ánægður með það. He said, "You Hann- could have at least put it in an Icelandic bank. Þú hefðir allavega geta sett þetta í íslenska banka Yeah, to earn some interest." til að fá pínu litla vexti. But he took his 1 talent away En hann tók talentuna í burtu and gave it to the one who had 5. og gaf þeim sem var með 5 talentur. When I was a child, Þegar ég var barn, my father had this tradition. þá var hefð sem að pabbi minn hélt í heiðri. Every payday he came home with an envelope. Þegar hann fekk útborgað, þá kom hann heim með umslag. Inside was his salary. Og inn í þessu umslagi voru peningarnir eða launin hans. So when we were small kids, it was still in Soviet rubles. Og þá var það ennþá í gjaldmiðlunum hjá þeim. And Soviet rubles are very Rúb- small. og Very rúblur- small paper notes they were. Og þessar rúblur voru, það var mjög litlar. And he gave each of us pocket money. Og við fengum öll vasapenning. And my older brother, Og he got 5 rubles. Og eldri bróður minn, fekk 5 rúblur. And I was the middle one. Ég var í miðjunni I got 3. og ég fekk 3 rúblur. And our little sister, Og litla systir okkar, she got 1. og hún fekk eina. And, father obviously had read the parable of Jesus. Og pabbi minn hafði augljóslega lesið þessa dæmisögu Jesú. I was just happy that he didn't follow it quite exactly. Og ég var svo fegin að hann í rauninni fylgdi ekki sögunni alveg út í ystu æsar. Otherwise, I would have received only 2. Þá hefði ég bara ábyggilega fengið 2 en ekki 3. And, but my brother, En bróður minn, he has indeed multiplied his 5 rubles well by now. og hann í rauninni búinn að ávaxta sína 5 talentur eða rúblur vel núna. And in Jesus' parable, Og í dæmisögu Jesú, when in this parable, this master didn't give out just pocket money. en sko þarna í sögunni þá Jesú ekki að tala að meistarinn gaf ekki bara út vasapenning. He gave out serious wealth. Þetta var virkilega mikil verðmæti. He gave 5 talents, 2 talents, 1 talent. Og hann gaf þeim 5 talentur. And talent wasn't just, a coin. Og ein talenta var ekki bara lítill smápenningur. So it was a unit of weight. Heldur var þetta viktað. And most scholars believe that it was silver. Og flesti halda því fram að þetta hafi verið silfur. So 1 talent was about 21.38 kilograms of silver. Ein talenta var 21, eitthvað kíló. So the first servant received over 107 kilograms of silver. Og þá fekk þessi fyrsti 107 kíló af silfri. And at that time it was worth about 100 years of wages. Og það samsvarað 100 árslaunum á þeim tíma. So the second got 43 kilograms. Svo þessi seinni fekk 43 kíló, So it was about 40 years of wages. sem eru 40 árslaun. And the third got 21 approximately. Og svo sá þriðji fekk 21 kíló. So worth
approximately 20 years of wages. sem að voru 20 ára áslaun. So what is it in Icelandic terms? Og hvað þýðir það hérna á okkar íslenska mælikvarða So according to statistics, og með við tölfræði? you know that there are big lies, small lies, big lies, and statistics, you know. Það eru stórar legar, litlar legar og svo eru það So tölfræði. the average salary is 868,000 Og króna per meðallaun eru 861.000. So that's 10,416,000 krona per year. Þá er það 10.600.000 og eitthvað þarna á Já. ári. So this one talent Svo ein talenta equals about 208 million krona. var 208 milljónir króna And he just went, og hann fór he dug a hole og gróf hólu and put it in there. og setti það þangað. Can you imagine that? Ímyndi ykkur það. That's not a coin that he received, Þetta var ekki bara einhver smápenningur sem hann fekk. not a tip. Ekki svona bara eins og þjóðfé. It was a fortune. Þetta var, voru mikil peningar. And Spirit gives all of us gifts. Og heilagur andi gefur okkur öllum gjafir. And this is not just pocket money. Og þetta er ekki bara einhverju smápenningar. If used, this is a huge fortune. Þetta er mikill fjársjóður It can make a big, big difference. sem getur skipt miklu máli. And when we come together as a church family, Og þegar við komum saman sem kirkjufjölskylda eða söfnuður, we all bring our gifts. þá komum við öll með okkar gjafir. We pile them up. Við setjum það hérna í eina rúu It will be a lot. og það er mikið. It will be a huge building. Þetta er í rauninni bara stór bygging It will overflow. og það mun flæða yfir. This is the body of Christ here in Reykjavik, Reykjavik Adventist Church. Þetta er líkami Krist hér í Aðventkirkjunni í Reykjavík. And my question today is, Og spurning mín hér í dag er, do you want to be part of this building with Viljið þið your gift? viljið þið vera hluta af þessari byggingu með ykkar gjöfum? Do you want to do that? Langar ykkur að, And I taka þátt í invite you því? to bring it out Og mér langar til þess að þið þá komið og upplýsið ykkur það and make your fortune even bigger. og að við getum gert fjársjóðan jafnvel enn stærri. May God bless you. Megi Guð blessa ykkur. Amen. Amen. Takk. Thank you, Ivo, for this message. And já, takk, Ivo, fyrir það sem að þú sagðir og minn ykkur á blöðin sem að voru dreifð hérna áðan með hvaða gjafir eða talentur þið eru sem að væri til í að þjóna hér í kirkjunni. Just to remind you of the sheets that Ivo gave you earlier, so we can all find out what talents or how you want to share here and serve here in the church. Við skulum þá að lokum syngja saman sálmi nummer 186, Blessuna daggil á drjúpa. We will sing next the hymn number 186. Blessed
hingað í dag í Aðventkirkjuna. Gott að sjá ykkur öll hérna með okkur og við biðjum þess að þið hafið takið með ykkur það sem að þið hafið fengið hér í dag, að við tökum það áfram í samfélagið og í kringum okkur, að við getum veitt af því sem að Guð gefur okkur á hverjum degi og munum það að náðin hans er ný á hverjum einasta degi. Thank you all for coming to the Adventist Church here today. I hope that you will take the blessing, what you have received today, and then the blessing of grace that we receive every day and take that to the community that you are. And we will ask Ivo now to come and have the benediction. Let's stand. Við skulum rísa á fætur. Our Father in heaven, we thank you for all your gifts and for all your blessings. And this is just not pocket money that you give abundantly for our everyday life and everything that we need. And Lord, we thank you. And Lord, we want to serve you with what you have given to us. And these small things, big things, and bring it all together and build up your body, Jesus. And we pray for your blessing. And I pray that Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjón og lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen. See you in the other room. Gjörðu svo vel, eru velkomin hérna í hliðarsal að borða saman. Just to let you know, we have refreshments here in the side hall where you're all welcome to come and talk together and sit down and have something. You're welcome.